svona að alast upp á Íslandi var, held ég, það besta sem gat komið fyrir mig allavega. Ég flutti hingað frá Þýskalandi 3 ára og hef eiginlega búið í gamla Vesturbænum alla mína ævi. Það sem ég held að hafi svolítið varpað niður ljósi á mína reynslu hérna gegnum árin var að ég taldi mig í rauninni bara ekki að fá orðið fyrir neinu mismunun eða neins konar ofbeldi í rauninni og ég tel mig ennþá hafa bara sloppið ótrúlega vel og ég man að þegar ég var lítil þá fannst mér frekar verið að sko hampa því að maður var af svona erlendum uppruna allavega í annan legginn. En núna þegar það komið þetta orð hérna öráreiti að þá vissulega, það eru hlutir sem maður horfir tilbaka og hugsaðar, jú, ok, það er alveg augljóst að það kom alveg fyrir að maður varð fyrir alls konar svona áreiti einmitt sem að sat stundum í manni eða pirraði mann og einmitt, og maður gat eiginlega ekki komið, þú veist, því orð hvað væri að hrjá mann út af það var ekki komið þetta hugtak, þetta er bara nýyrði. Þetta er sem sagt microaggression, eins og það kallast á ensku, að þetta er rosa dulinn fordómar eða fáfræði í garð kannski svona minnihlutahópa eða jarðsættarhópa sem kannski birtist í formi að vera að ávarpa okkur á ensku eða hvað er svona annað. Hafa skoðun á útliti manns. Já. Hérna, við erum báðar náttúrulega með krullur og það er það sem ég hugsaði þegar ég fór að kafa svona, jú, ok, ég man eftir að það var alltaf verið að segja mér hvernig ég ætti að hafa hárið á mér og ég var aldrei að gera það rétt og allir aðrir vissu hvernig ég geti gert hárið mitt flottar og betra og maður svona, mér líður eins og ég eigi að vita meira. Já. En ég er alveg hjartanlega sammála því að við náttúrulega erum báðar álust upp sem sagt í Vesturbænum og fórum í Vesturbæjarskóla og vorum saman í bekk og í raun kynntumst þar í öðrum bekk og það ég sem sagt flytt frá New York eða Queens, New York og kem inn sem sagt í öðrum bekk í Vesturbæjarskóla og það var svo mikið viðbrigði fyrir mér út að ég hafði í raun bara talað íslensku mömmu mína og ömmu mín og afa en ensku og svona barnafrönsku við föðurfjölskylduna mína úti. Svo þegar ég kem inn í bekk þá sé ég Aldísi eiginlega bara fyrst og já ok, það er einhver annar sem lítur alveg eins út og ég og það var mitt svona öryggis svona blanket, bara þessi öryggistilfinning og vinkona okkar líka sem er einnig hálf filippseysk hérna í þessum bekk svo það skipti mér svo miklu máli að geta endurspeglað sjálfa mig í annan einstakling sem var þarna svo maður upplifði kannski ekki að maður væri ekki hluti af heildinni kannski út af því að Aldís og vinkona okkar voru nú þegar hann í bekknum búin að ryðja farveginn fyrir mig. En eitt vildi segja að þú segir að þú hafir upplifað að einhver væri eins og þú það er annað sem er mjög þreytt og gerist enn þann dag í dag. Fólk sér bara brúna manneskju og heldur að við séum sama manneskjan. Fólk rugglast á okkur tveimur. Þegar Sunna segir að við séum eins, þá er ekki að tala að við lítum eins út. Ég held að flestir sjá það að við erum frekar ólíkar. En það eru mjög margir sem virðast ekki geta gert greinarmun og þetta er bara svona vöðvi sem að ég held að fólk þurfi svolítið að æfa. Ég veit að fólk af asískum uppruna lendir meira í þessu jafnvel en við, eins og vinkona okkar hérna sem er hálf filippínsk, það er oft verið að rugla henni saman líka við aðra. Það verður ruglað mér saman við fólk af asískum uppruna eða blandað fólk af asískum uppruna og maður er alveg svona, þó við séum öll ljósbrún, þá erum við ekki allt sama fólkið. Þetta er kannski svona öráreiti sem ég verð aðeins svo oft fyrir enn þann dag í dag. Einmitt og þekkir ekki þennan, eða þekkir þetta. Þannig að ég er ekki með tölu öllum sem eru blandar uppruna hérna á Íslandi. Þó við reynum að hafa töluna. Svo já, það er kannski svona helst að maður varð fyrir meira af þessu öráreiti en almennt séð þá líður mér mjög vel með mitt uppeldi á Íslandi. Ég held reyndar að það sé líka mjög kynjaskipt. Ég held að karlmenn hafa oft haft það aðeins verra en konur á Íslandi. Já, þetta er birtingarmynd þessir alveg. Já, eitrug karlmennska er mjög sterk þegar kemur að sko fordómum og rasisma.